Þolendur heimilisofbeldis á vinnustöðum. Heimilisofbeldi mun algengara en við höldum. Ofbeldismenn og þolendur heimilisofbeldis finnast í öllum hópum samfélagsins. Vinnustaðurinn oft á tíðum eini staðurinn þar sem þolendur heimilisofbeldis eru án ofbeldismannsins. Samstarfsfólk getur því gegnt mikilvægu hlutverki ef það grunar að einhver á vinnustaðnum sé þolandi heimilisofbeldis. Heimilisofbeldi lífshættulegt. Eðli ofbeldis að það stigmagnast og í mörgum tilfellum verður það því verra og verra. Heimilisofbeldi hefur einnig alvarlegar afleiðingar fyrir börn, jafnvel þó að ofbeldið beinist ekki að barninu. Í langflestum tilfellum gerandinn karl og þolandinn kona, en gerendur og þolendur geta verið af öllum kynjum. Heimilisofbeldi alls konar og birtist á mismunandi hátt gagnvart þeim sem standa utan við heimilið. Ofbeldi margslungið og getur birst í fleiri en einni mynd. Það getur til dæmis verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt eða fjárhagslegt. Allt þetta eða eitt. Það getur reynst flókið að sjá hvort samstarfsmaður búi við heimilisofbeldi því birtingamyndir ofbeldis margþættar og flóknar. Algengar vísbendingar ofbeldi líkamlegir áverkar, slæmt heilsufar, kvíði, tíð samskipti við maka á vinnutíma, lítil samskipti við aðra utan vinnu, manneskjan alltaf sótt og henni skutlað í vinnuna og margt fleira. Hins vegar stundum ekkert sem bendir til þess að einstaklingur búi við ofbeldi og stundum allt aðrar vísbendingar. Konur sem hafa leitað til kvennaathvarfsins nefna ýmsa þætti sem hefðu geta hjálpað þeim að stíga út úr ofbeldissambandinu. Til dæmis ef fólk hefði spurt, skipt sér af og kallað ofbeldið réttum nöfnum. Þá mikilvægt að gera ekki lítið úr ofbeldinu með því að réttlæta það, afsaka hegðun ofbeldismannsins eða segja að þolandinn sé ekki fullkominn. Það skiptir því þolendur heimilisofbeldis miklu máli að upplifa stuðning og skilning. Lykilatriði að sá sem beitir ofbeldi í öllum tilfellum sá sem ber ábyrgð á því. Flestum sem búa við heimilisofbeldi líður eins og það sé engin leið út úr aðstæðunum og því stuðningur við þolendur lykilatriði þegar kemur að því að slíta ofbeldissambandi. Það erfitt fyrir þolendur að slíta ofbeldissambandinu og það tekur iðulega langan tíma. Stuðningur því mikilvægur á öllum stigum, á meðan á sambandinu varir, þegar því slitið og eftir að því lýkur. Mikilvægt að hafa í huga að sambandsslit oft hættulegasti tíminn í ofbeldissamböndum. Einfaldasta leiðin til þess að komast að því hvort fólk sé beitt ofbeldi að spyrja það. Stundum þarf að spyrja oft og stundum þarf að spyrja með mismunandi hætti. Okkur getur þótt erfitt að spyrja hvort manneskja sé beitt ofbeldi, en það enn erfiðara að segja frá því í óspurðum fréttum. Til að komast úr heimilisofbeldi mikilvægt að leita sér aðstóðar. Ýmis úrræði starfrækt fyrir þolendur, til dæmis kvennaathvörf og miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis í Reykjavík og á Akureyri. Mikilvægt að gerendur leiti sér aðstóðar, til dæmis hjá heimilisfriði og hætti að beita ofbeldi. Upplýsingar úrræði vegna heimilisofbeldis má finna á vef 112.